Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 87 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég að reyna að stunda betur, eitthvað sem ég varð ágætlega góður í en hætti svo því miður, en núna að komast í gang aftur með að gera. Þetta einhvers konar svona dagbókarfærslu kerfi sem ég sá einhvers staðar að væri stundað af sniðugu fólki og kláru fólki í gegnum tíðina, en ég þá ekki að því til þess að verða klár eða eitthvað þannig, en þetta fór að vera leið til þess að vera viss að ég næði að muna þau atriði sem að mér fannst mikilvægt að muna, þó það séu ekki endilega einhver bein atriði eins og, minnislisti. Þetta eitthvað sem á milli þess að vera einmitt einhvers konar listakerfi, eins og bara matvöru innkaupa listi, og að vera bara alvöru dagbók, þar sem maður skrifar heilar narratífur og byrjar á að segja: kæra dagbók, í dag gerðist þetta og mér leið svona það. Ég hef ekki tíman eða agan eða kannski þörfina til þess að halda þannig dagbók. En ég fann það að ég hafði alveg þörfina á því að vera með þessa öðruvísi bók til staðar. Og nú ég ekki með nógu gott íslenskt orð fyrir þetta og þarf því að nota heiti sem skýrir þetta á ensku. En þetta þá einhvers konar catch-all. Ef við ætlum að búa til lélegt orð fyrir þetta á staðnum, þá getum við kallað þessa bók gríparan eða fangaran, sem næði þá einmitt að vera bók þar sem þú getur skráð niður það sem þú þarft að fanga. Ég fór að nota þetta kerfi til þess að prófa og sjá hvort þetta myndi hjálpa mér í alvörunni. Hvort þetta myndi hjálpa mér að muna einhver atriði sem að mér fannst merkilegt eða mikilvægt að muna. Og ég keypti bók, auða bók sem var ekki einu sinni með línum prentuðum inn í bókina. Þannig að ég gæti notað þessa bók alveg eins og ég vildi. Ef ég vildi teikna eitthvað, einhverra ástæðuna vegna, þá gæti ég það. Ég keypti mér bók þar sem að ég gat gert algjörlega allt sem mér sýndist, án þess að það væri nokkuð prentað í bókina til þess að hjálpa mér að gera það. Sem þá öðruvísi en svona venjuleg stílabók, sem skrítið og lélegt orð á íslensku fyrir notepad, sem væri yfirleitt þá með einhvers konar línum prentuðum í, eða eins og svona punkta dagbók. Ég veit ekki hvað þau kalla bullet journal á íslensku, en það þá bækur sem með fullt af punktum í sér, samkvæmt ákveðnu mynstri, sem býður þá upp á ýmis konar möguleika, hvernig þú tengir punktana saman til þess að búa til bók sem að passar þér
eftir þínum þörfum. En þegar ég keypti þessa bók, þá byrjaði ég einmitt að skrifa í hana eins og mér fannst ég þurfa að skrifa í hana. Bara til að sjá hvað virkaði að skrifa, hvað hélt mér við, þar að segja hvað fékk mig til að halda áfram að nota bókina. Stundum var ég að nota hana til þess að hjálpa mér að mynda skoðanir mínar, bara til að æfa mig í því að hafa sterkari skoðanir. Stundum var ég að spyrja sjálfan mig út í einhver ákveðin atriði til að komast að því, til dæmis hvað mér finnst eitthvað, eða komast að því af hverju mér finnst eitthvað vera svona. Og stundum ef mér datt eitthvað sniðugt í hug sem að ég vildi endilega halda í, eða ef ég heyrði eitthvað sniðugt, að þá skrifaði ég þetta í þessa bók. Og svo byrjaði ég að hafa hana með mér á meðan ég var að æfa mig, þar að segja á hljóðfæri. Og með tímanum þá byrjaði þessi bók að vera einhvers konar æfingabók, þar sem ég skrifaði niður hvaða dagur þetta væri, eins og í dagbók, skrifaði niður tíman af því hvenær ég skrifaði eitthvað, svona eins og ég sé að halda mjög hnitmiðaða dagbók, og svo skrifaði ég hvað ég ætlaði að gera, og svo í næstu færslu, þar sem ég skrái tíman, þar sem ég skrifa þetta niður, segi ég hvernig þetta gekk og hvað ég ætla að gera næst. Þá náði þessi bók að verða að einhverju öðru sem ég hafði ekki ætlað mér. Þetta átti að vera draslbók sem myndi hreinlega ná að fanga allar hugsanir mínar sem mér fannst vera nógu merkilegar til þess að ég vildi halda fast í þær. Og hún breytist þá í einhvers konar tæki fyrir mig til að passa upp á að ég haldi mér við efnið. Að ég hafi ákveðið mér að nú ætla ég að gera einhvern ákveðin hlut og að ég muni gera hann þar til ég ákveð að það komið nóg af því. Og þetta endaði á að hjálpa mér meir en ég hafði trúað. Því eins og þið getið ímyndað ykkur, þá getur það ferli að vera að æfa sig, að búa til list og búa til eitthvað nýtt aftur og aftur, að skapa hljóð sem að voru ekki til fyrr en þú bjóst þau til í augnablikinu, og leið og þú hættir að búa þau til, þá ekkert eftir. Tónlist þannig list að hún lifandi á meðan hún lifandi, og svo verður ekkert eftir nema upplifunin þín af henni. Sem rosa andstætt við eins og styttur eða málverk sem geta lifað í mörg 100 ár og stundum mörg 1000 ár eftir að sá sem skapaði listina dáinn. Því ef þið pælið í því hvernig hægt að búa til tónlist og hlusta á það hverju sinni hvernig tónlist kom frá manni, að þá verða til ýmsar hugmyndir og ýmsar spurningar, og spurningar sem þarf þá kannski að svara, og úr því svari kemur kannski næsta spurning sem minnir þig á þetta tengist þessum hlut eða þessum hlut sem býr til næstu spurningu, og svo framvegis og svo framvegis, þar til maður algerlega búinn að gleyma því hvað maður var að gera í upphafi. Þetta allavega hvernig hausinn á mér virkar mjög oft þegar ég að vinna að einhverju sköpunarvinnu. Og þá hjálpaði þessi bók mér að
minna mig á hvað það var sem ég var að byrja að gera, hvað ég ákvað að vinna í. Ef hugmyndin og spurningin sem kom upp var nógu áhugaverð til þess að hún myndi þurfa að fylgja mér í lengri tíma, þá að sjálfsögðu skrifa ég hana niður í bókina til þess að ég nái kannski að finna út úr því seinna, þegar ég ákveð og skrifa niður í bókina að ég ætli að finna þetta svar. Þannig þessi hugsana fangari varð óvart að æfingabók fyrir mig, því það var greinilega það sem ég þurfti frá þessari bók, frá þessu nýja formi og nýjum vana mínum að skjalfesta hugsanir mínar þannig að ég nái að koma þeim frá mér þannig að ég geti horft á þær aftur seinna. Nú var ég að kafa nokkuð djúpt í það hvernig vinna það er að vinna að tónlist. Og ég talaði það sem list sem deyr jafn hratt og hún lifnar við. Leið að þú hættir að skapa hana, verður bara þögnin eftir. Það eru til leiðir til þess að gera þennan hlut betur seinna, og það er jo þess vegna sem maður æfir sig og sér hvernig maður gæti oftar gert réttan hlut heldur en rangan hlut. Þetta er nákvæmlega sama ferli og að skapa mál. Þetta er alveg eins og að tala. Þú reynir að skapa rétt hljóð og koma þeim rétt frá þér þannig að þau skiljist eða eru samkvæm því hvaða væntingar þeir sem hlusta á þig hafa fyrir þeim hljóðum sem er hægt að búa til, sem er þá annarkvort að segja R-in rétt á íslensku, það er að segja bókstafinn R, sem er eins og að ná að spila rétt D á fiðlu, sem gæti hæglega búið til mjög falskar útgáfur af þessu D-i. Og svo að komast í gegnum frasa sem er eins og að búa til setningu rétt. Þegar þú lendir í að eitthvað orð er klunnalegt eða þú kannt ekki beyginguna á því eða þú veist ekki af hverju þér finnst þetta orð passa hérna í setningunni en ekki þarna eins og það stendur samkvæmt netinu að sé mögulega rétta leiðin. Og þá ferðu að leita að setninga uppbyggingum og þá sérðu nýtt orð sem þú hafðir ekki séð áður en hey, það meikaði sens, ok, af hverju myndi Íslendingar tala svona? Áhugavert. Og svo framvegis. Þetta er sama vandamál og ég var að lýsa þessum tónlistarmanni sem hefur þennan skilvirka athyglisbrest. Þarna næði sambærileg bók mögulega gagnleg fyrir þá sem eru að læra mál. Þetta varð óvart að myndlíkingu og samanburði milli þess að stunda tónlist og að stunda tungumál. En punkturinn var að ég var að stunda þetta kerfi, að vera með þessa bók og svo hætti ég því af því ég fyllti bókina mína. Ég keypti aðra svipaða bók fyrir nokkuð löngu síðan en hún er búin að standa auð í núna örugglega 5 mánuði. Ég held ég hafi keypt hana í janúar. Ok, 5 mánuðir er of mikið. Þetta eru allavega nokkrir mánuðir síðan ég keypti þessa bók og hún hefur staðið á borðinu mínu ónotuð þangað til í gær. En þá af því ég var ekki búin að nota svona bók lengi, þá gat ég farið að pæla hvað þarf ég þessa bók fyrir?
Mögulega þarf ég hana í alvörunni sem æfingabók því það hjálpaði mér svo mikið að hafa hana og nota hana til þess. Myndi það eyðileggja bókina og hvernig ég nota hana ef ég myndi nota hana líka til þess að fanga hugmyndir og upplýsingar og forvitnilega hluti sem ég heyri og upplifi í gegnum daginn minn? Í mínu tilfelli, mögulega. Ég held að það væri gagnlegt fyrir mig að vera með aðskilin kerfi og aðskildar, kannski, bækur til þess að ná hvoru tveggja. Þannig núna ég með 2 bækur í notkun. Eina æfingabók og svo eina pínu litla bók sem að passar í vasa sem ég var að nota í fyrsta skiptið núna til þess að skrá niður lítið rugl sem mér datt í hug að mig til dæmis langaði að gera eða eitthvað sem mér finnst ég þurfa að muna. Og ég að hugsa það núna að þetta gæti verið góður staður, eða allavega betri staður heldur en æfingabókin mín, til þess að safna saman litlum hlutum sem ég næ að læra, sem eru forvitnilegir eða gagnlegir fyrir mig. Annarkvort svör, eins og til dæmis að læra nýtt orð sem mér þykir forvitnilegt, kannski það heiti á einhverju viðfangsefni sem ég þekkti ekki til áður, eða ákveðinar hugmyndar, eins og eitthvað konsept, eða að ná að setja niður spurningar sem ég gæti svarað seinna. Eins og af hverju líður mér svona þegar þetta gerist, eða hvernig stendur á því að þetta, ég veit ekki, þetta orð svona frekar en svona. Og þetta gæti verið leið til þess að halda einhvers konar áhuga við fyrir allavega fólk eins og mig sem að fær of mikinn áhuga á of mörgum hlutum. Að mögulega gæti þetta til dæmis orðið passív leið til þess að viðhalda einhvers konar tungumála áhuga þegar ég hef svo margt annað að gera að ég get eiginlega ekki stundað það að læra annað mál á sama máta og ég held að væri skilvirkast fyrir mig. En með því að halda þessu við í svona formi þar sem ég fæ bókstaflega að sjá orðin sem ég skrifa niður, að þá mun ég viðhalda áhuga og forvitni. Að ég minni mig á að já, ég var að pæla í þessu einhver tíma. Hvernig þetta í dag? Já, nú ég búin að læra fullt meira sem setur þetta í samhengi eða næra að svara þessu. En já, þá veit ég ekki hvað þetta og þetta og svo framvegis. Þannig að ég ætlaði að taka upp stuttan þátt til þess að segja ykkur frá þessu og að þetta hafi verið hlutir sem að búin að gagnast mér í einni mynd áður og núna mögulega og vonandi nær upphaflega hugmyndin að eiga þennan fangara, eitthvað sem að gæti passað mér og hjálpa mér núna þegar ég held áfram. Nú ég allavega búin að taka upp heilan þátt þetta sem mun örugglega minna mig á það að þetta var eitthvað sem ég byrjaði á að gera og ætlaði mér að halda áfram að gera. Þetta varð mjög þétt upptaka, sé ég. Það eru frekar stuttar pásur í þessu öllu og þetta mun örugglega taka mig ágætlega langan tíma að rita niður. Þannig ég ætla að passa upp á framtíðar mig og hætta að tala núna, þannig að ég geti unnið úr þessu og gert uppritun áður en þátturinn kemur út. En ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn,
þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.